Í þessum dæmum hér ætlum við að reikna markgildi. Við erum í fyrsta lagi hérna með markgildið í A-lið þar sem x stefnir á 1 af brotinu x í öðru plus 3 deilt með x plus 4. Nú hérna ætlum við að nota okkur regluna markgildi sem segir að markgildi af broti sé sama og annars vegar markgildi af teljaranum. Þannig að við segjum hérna markgildi þegar x stefnir á 1 af teljaranum sem x í öðru plus 3 deilt með markgildinu þegar x stefnir á 1 af nefnaranum sem x plus 4. Nú við setjum einfallega til þess að reikna markgildi fyrir ofanstrik, þá setjum einfallega 1 í staðinn fyrir x-ið og fáum þá að markgildi þegar x stefnir á 1 þá 1 í öðru plus 3 og fyrir neðanstrik fáum við á sama hátt með því að setja 1 í staðinn fyrir x-ið 1 plus 4. En þetta þá jafnt og 4 fimmtu. Þannig að markgildið þegar x stefnir á 1 af x í öðru plus 3 deilt með x plus 4 þá einfallega 4 fimmtu. Nú skulum þá líta á B-liðinn. Þar erum við með markgildið þegar x stefnir á 1 af x í öðru mínus 1 deilt með x í öðru mínus x. Nú, hér sjáum við fljótlega, við getum svo sem beitt sömu aðferð og áður og sagt þá að þetta þá jafnt og markgildi þegar x stefnir á 1 af x í öðru mínus 1 deilt með markgildi þegar x stefnir á 1 af x í öðru mínus x. Nú, ef við gerum eins og áður og stingum hérna 1 í staðinn fyrir x, þá fáum við hérna 1 í öðru mínus 1 eða 1 í öðru mínus 1 og 1 í öðru mínus 1 fyrir neðanstrik og sjáum að þetta 0 deilt með 0 sem hefur enga merkingu. Þetta gengur ekki. Og þá spurning, hvað þá til ráða? Jú, ef við skoðum málið aðeins betur, þá sjáum við að brotið x í öðru mínus 1 deilt með x í öðru mínus x, þetta ekki fullstitt brot. Við sjáum að fyrir ofanstrik getum við þátt að þetta með samokreglu í x plus 1 sinnum x mínus 1 og fyrir neðanstrik getum við tekið x út fyrir svega og fáum þá inn í sveganum x mínus 1. Nú sjáum við að við getum hér stytt út svegan x mínus 1 á móti x mínus 1 og fáum þá að þetta jafnt og x plus 1 deilt með x. Nú þá getum við sagt sem svo að markgildið þegar x stefnir á 1 af brotinu x í öðru mínus 1 deilt með x í öðru mínus x, þetta sama og markgildið þegar x stefnir á 1 af brotinu x plus 1 á móti x. Og hér getum við með því að nota sömu reglu áður, við finnum markgildið að teljaranum með því að setja 1 í staðinn fyrir x og þá fáum við hérna bara 1 plus 1 deilt með 1 sem jafnt og 2, vistu það 2. Þannig að við erum búin að sjá að markgildi þessa falls x í öðru mínus 1 deilt með x í öðru mínus x, það 2. Hérna, það sem athyglisvert við þetta að fallið x í öðru mínus 1, það sé x í öðru mínus 1 deilt með x í öðru mínus x, óskilgreint fyrir x jafnt og 2 vegna þess að fyrir x jafnt og 1 vegna þess að við setjum x 1 í staðinn fyrir x þá fáum við 0 fyrir neðanstrik og það alveg bannað en
og þess vegna hefur þetta fallgildi, eða sem það er ekki til, við getum sagt að f af einum er ekki til, vegna þess að fallið er óskilgreint í x jaft og einum, en hins vegar hefur fallið hefur hins vegar markgildi. Fallið hefur, ætla ég að skrifa hérna, hefur markgildi. Þegar markgildi 2, þegar x stefnir á 1. Þannig að fallið er markgildi en ekki fallgildi.